Kæru áhorfendur, það er komið að þeim sem allir hafa beðið eftir. Það er rektorskjör Háskóla Íslands 2015. Frambjóðendur eru tilbúnir. Við byrjum núna. Komið sæl og verið velkomin Guðrún og Jón Atli. Jón Atli, við byrjum á þér og Einar, hann er í útlöndum, bara segja ykkur. Hann er ekki hérna út af því að hann er í útlöndum, hann er heima í útlöndum og það er bara hans mál. En við byrjum á þér, Jón Atli, hvenær verður Háskóli Íslands besti háskóli í heimi? Hann er einna besti Takk fyrir það svar, Guðrún. Finnst þér þetta góð spurning? Ég finnst bara fín spurning og ég ætla að biðja um að svara þig. Getur ekki svarað þig? Finnst þér að við höfum alltaf verið að tala best í heimi? Já, yfir þig, Jón Atli, því að... Ætlar ekki að tala við Einar? Einar? Nei, það er á eftir. Ekki vera að skipta þér að þessu. Einar er í útlöndum og ég sé hann. Förum við þig, síesta. Myndu taka þér síestu klukkutíma á dag eða þú verður rektor? Ég held ekki, nei. Þú ert svolítið svefnburka eða ekki, þú gerir það? Já, góður eftirmyndsblundur, svona í korter og fínt, sko. Það stendur til að flytja Háskóla Íslands yfir á Korputorg eða Fífuna, það er ekki búið að ákveða, hvort myndir þú velja? Ég tek Korputorg. Þú tekur Korputorg, en þú? Fífan, flottar hann á. Já, þið eru ósammála þetta? Já, sko, ég myndi aldrei taka þetta. Alveg róleg, það er alveg róleg, við þurfum að passa æsinginu, þetta er ekki þannig þáttur, við viðum að róa því, verið alveg róleg. Ég er að stjórna þessu þætti, þannig að Jón Atli spyrja íslenska orðið í biblíótek. Bókasafn. Rétt, hver er forstjóri Gamma fjárfestingarsjóðs? Guðrún? Ekki hugmyndum. Þú veist það ekki? Nei. Nei, það er nefnilega það. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel. Við heyrum í Einari frambjóðendunum í útlöndum á eftir að sjálfsögðu. En við spyrjum fólki í landinu, hefur það myndað sér skoðun rektorskosningarnar og þá helst frambjóðendur? Já, ég veit ekki. Þú veist ekki? Nei. Er þið alveg sama? Já, I think they're the same. Ég veit ekki þér. En þú? Ég er afskaplega lítið. Ég veit ekki þar. Nei. Ok. Við erum alveg sama. Við erum samlokur. Þið eru samlok? Átt þú uppáhalds frambjóðanda? Nei, engan. Veistu, ég hef ekki heyrt þar. Ég veit ekkert hvað þetta tala. Já, ekki alveg það, en það er kannski vegna þess að almenningur er ekkert á kjörskrá og á kjörskrá eru nemendur Háskóla Íslands að sjálfsögðu, þetta eru stúdentarnir og hvaða nafn eru stúdentar að fara að setja á seðilinn á mánudaginn? Á kjördagur. Ég veit það ekki. En þér? Ég veit ekkert, sko. En þér? Það er engin spá í þessu. Engin? Mér er skítsama. Fyrir ekki? Rektorskjörið, hvað finnst þér það? Já, nei. Nei. Já, ekki sterk viðbrögð þarna, en skiptum bara aftur yfir á Einar sem er þriði frambjóðandinn. Einar, hvaða Háskóli Íslands getur hann verið einna bestu háskólum í heimi? Núverandi forysta Háskóli Íslands hefur unnið kraftaverk. Hún er búin að koma skólanum í hóp 300 bestu háskóla á Íslandi. Ég set markið hærra. Ég vil að þegar ferli mínum er lokið við HÍ, að þá sé hann komin í hóp 100 bestu háskóla í Reykjavík. Og drukkinn eða eitthvað. Baldur Þórhallsson, þú ert komin til mín, það hefur enginn áhuga á þessu, þetta er bara... Jú, ég hef mikinn áhuga á þessu, þetta skiptir mjög miklu máli. Það skiptir mjög miklu máli hver verður rektor Háskóla Íslands. Það skiptir máli fyrir stúdenta, fyrir starfsmenn, fyrir menntastefnu þjóðarinnar, fyrir samfélagið í heild sinni, bara fyrir Íslands, hver verður rektor skólans. En er eitthvað í þessu, Baldur, það er ekkert í þessu? Já, heilmikið. Ef við spáum í úrslitin út frá alþekktu líkan í stjórnmálafræðinni, þá er alveg ljóst ef að Jón Atli nær ekki kjöri, þá mun Guðrún ná kjöri, nema Einar nái kjöri. Liggur alveg fyrir. Takk fyrir, gaman að hafa þig.